áfram í að gera slíkt í sama. Drottinn blessi þig. Dagurinn sem Drottinn hefur gjört. Tökum ákvörðun í dag og verum glöð í honum. Guð blessi þig. Góðan og blessaðan daginn. Nú eru 60 sekúndur eftir samkomu og við viljum hvetja þig að deila fagnaðarerindi Jesú Krist til einhvers sem þarf á að halda í dag. Nýttu tækifærið og vertu blessuð. As we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, wait upon the Lord. His strength will rise as we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our hope, our strong deliverer.
Halleluja, dýrsi Guði, bara velkomin á samkomu. Ég veit að við erum enn og aftur byrjuð í þessu COVID-takmörkunum, en það breytir ekki því að Guð hinn sami. Hann hinn sami hvort að við sitjum heima og erum að horfa, erum hér eða bara hvar sem Og hugsið ykkur, eins og lagið sagði, þeir sem að bíða eftir drottni. Og við erum margir í þeirri stöðu sem við erum bara að bíða. Við erum að bíða eftir þessu ástandi linnir. En það svo mikilvægt að falla í faðm frelsarans, að bíða eftir honum. Ekki láta hluti sem eru fyrir utan okkur trufla göngun okkar með Guði. Og þess vegna svo frábært vinir þegar við komum saman og við lyftum nafni Jesú. Það sem við erum að gera fyrst og síðast, að við erum að taka augu okkar frá okkur eigin kringumstæðum. Og við erum að gera hvað? Við erum að setja augu okkar á frelsaran. Og vinir, þegar við gerum það, og þá segir lagið, þá mun hann lyfta okkur upp eins og ernir. Og hvað gera ernir? Þeir fljúga yfir kringumstæðunar. Þeir fljúga yfir kringumstæðunar og örnin sé stormin sem áskorun að fljúga hærra. Og vinir, kannski ert í storm í dag. Kannski ert á þeim stað í dag að þú upplifir bara býtu hvar Guð. Lít á stormin sem áskorun að fljúga hærra. Ekki fara undir stormin, farðu yfir stormin. Því að Guð með þér. Velkomin að samkomu og takk fyrir að vera með okkur í dag. Við skulum lofa Drottinn saman í lofgjörð í Jesú nafni. Sing a little louder.
in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar.
torn apart the sea. You have led me through the deep. Hallelujah. Hallelujah. You stepped into my Egypt. You took me by the hand. You marched me out in freedom, straight to the promised land. And now I will not forget you. I'll sing of all you've done. Death is swallowed up forever by the fury of your love. Heilaga Drottinn, ég þakka þér fyrir þennan dag. Drottinn, ég þakka þér við fáum að koma í hús þitt og lyfta upp nafni þínu, Drottinn Jesús. Ég bið þess, Drottinn minn, að nafn þitt mætti vera okkur opinberað, Drottinn. Að við mættum þegar við syngjum þitt nafn sem Jesú, sem öllum nöfnum æðra bæði á himni og jörðu. Drottinn, það tekur þú yfir í hver einustu stofu, í hver einasta herbyggi sem hefur verið að hlusta á þessa samkomu. Ég bið að mæta með þinn anda, með þínu nafni, með þínum krafti, með þínum eldi, Drottinn. Mætt okkur til andar, sálar og líkama, hvar sem við erum stödd í heiminum, Drottinn. Mættu í Jesú heilaga nafni. Amen og amen. You were the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my
Just that one. Holy, holy, Syng þetta heima, heilagur. are you, Lord God Syng þetta með okkur. Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Halleluja, takk Jesús. Andi Guðs er hér. Við erum hérna örfá í salnum. Við erum undir 20 manns. Eins og við erum að bera en andi Guðs er hér. Út að hann segir hvað sem að 2 eða 3 eru saman komnir í hans nafni, þar er hann mitt á meðal. Og vinir, þó að við erum kannski langt í burtu, í eiginlegum skilningi, þá erum við saman samt komin í einu nafni, í hans nafni. Og mér langar bara til þess að hvetja þig, hvar sem að þú ert, hvað sem er að gerast í þínu lífi, að hleypa Jesú að í hjartanu, leyfa honum að koma inn. Því hann stendur við dyrnar og Biblían talar það og hann bankar á hjartað. En það er okkar að opna hjartað og hleypa honum inn, vinir. Og ég get ekki sagt ykkur að gera neitt meira sem skiptir meiri máli heldur en það að hleypa Jesú inn. Og vitið það er oft með tækifæri þegar við förum í gegnum erfiða kringumstæður að endurmeta hlutina. Ég heyri út allt fólk vera að endurmeta líf sitt og það er gott og það er vel. En ég hvet þig, ef að þú ert í þeim hugleiðingum og þú þekkir ekki Jesú, gefðu honum tækifæri. Gefðu honum tækifæri. Hann mun aldrei bregðast þér og hann verður með þér allt til enda. Hann elskar þig og hann elskar þig og hann elskar þig. Og vinir, hann er allt sem við þurfum. Þannig í dag, þá tökum við honum í trú. En við ætlum að taka samskot. Það er nú þannig að þegar COVID geisar þá halda reikningar áfram að koma. Og þá er mikilvægt að við stöndum í skarðinu, að við séum alltaf tilbúin að létta lið, hvort sem að það er fólk í kringum okkur. Og við getum gert það með mörgum hætti, við getum gefið það tím okkar. Við erum búin að eiga svo mikið við mitt hjarta varðandi það hvernig við nálgumst þá sem eru veikir í okkar þjóðfélagi. Það er svo mikilvægt, vinir, að við séum ekki bara kristin í orði, heldur kristin á borði. Að við séum það sem að við segjumst vera. Að kærleikur Guðs lýsi frá okkur. En einnig er mikilvægt að við styðjum við kirkjun okkar. Og það er ekki bara fyrir mig eða einhverja sem eru hér í dag, það er fyrir svo margt. Það er fyrir hjálpastarf, það er fyrir líka bara að halda gangandi þeirri starfsemi sem hér er, sem er gríðarlega mikilvæg. Og ég trúi því á þessum tímum sem við lifum á, það munum miklu fleiri horfa til Drottins. Fólk mun endurmeta og átta sig á því hvað andlegt líf skiptir miklu máli. Þannig að við ætlum að taka samskot í dag. Og ef þú vilt hjálpa til og þú ert heima, þá færðu reikningsupplýsingar á skjáinn. Og við ætlum að taka þátt og við ætlum að gefa, það er baukur hérna. Þannig að í Jesú nafni gefum í dag. Drottin, ég bara þakka þér fyrir að þú segir að við þurfum ekki að hafa áhyggjur í dag. Allt, Drottin, er í þinni hendi og við ætlum ekki að hafa áhyggjur á morgundeginum. Við ætlum ekki að vera kvíðin, við ætlum að leggja alla hluti í hendur þínar því að ég veit að þú berð umhyggju fyrir okkur. Og ég bið að blessa alla þá sem að gefa og ég bið líka sérstaklega að blessa þá sem get ekki gefið. Viltu blessa þau með úrræðum og tækifærum. Drottin, að það komi fjárhagsleg blessunin í líf þeirra þannig að þeir geti verið blessun í kringum sig. Og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn sagði.
Já, hérna hér, dýrse Guði, hvernig væri fyrir okkur hér sem að sitjum hér inni að gefa þessum frábæru snillingum gott klapp. Það er nú bara ekki eðlilegt hvað við erum blessuð af stórkostlegu tónlistafólki. Ég held að þau hafa bara farið með himinskautum í dag og það er bara það sem við erum vön. Þau eru bara algjörlega frábær. En nú er komið að hinu besta og það er orð Drottins. Það er fræðslan. Og eins og ég sagði áðan að þá skiptir svo miklu máli þegar við hlustum á orðið að við tökum á móti því. Að það verið hluti af okkur. Þannig að mér langar til að biðja ykkur að biðja með mér þegar við biðjum fyrir því að við opnum hjarta okkar fyrir því sem að Guð ætlar að gera í dag. Drottin, ég bara kem fram fyrir þig. Og Drottin, ég þakka þér fyrir, Drottin, að þú ert þetta lifandi orð, Jesús. Þú ert orðið, Drottin. Og ég þakka þér fyrir það sem að þú hefur gert fyrir mig, það sem þú hefur gert fyrir okkur. Og nú bið ég þig, Drottin, að tala til hjarta míns og allra þeirra sem að horfa í dag. Og Drottin, viltu tala til okkar, Drottin minn, og gefðu okkur náð að umvefja þetta frækorn sem að fer í hjartað. Að við vökvum það, að við gefum því næringu og að við hugleiðum það. Að það sé hluta líf okkar, hluta bara öllu því sem við gerum, að það sé í hugsun okkar, Drottin. Og ég bið fyrir Halldóri þegar hann talar orð þitt hér í dag. Ég bið hann að gefa honum orð að mæla í dag og við biðjum í Jesú nafni og allir liðurinn sagði Amen. Þannig að nú ætlum ég að taka þetta af, hreinsa míkrofóninn, tökum enga sénsa hér í Smárakirkju. Halleluja. Við náttúrulega kostum kveðju hérna áframhaldandi til ykkar sem heima eruð að hlusta. Og við sem að erum hér örfá í salnum, við erum í bæn fyrir ykkur, við treystum því að Guð sé að vinna og starfa. Jafnvel í þessu mikla COVID-fári sem er í gangi, þá treystum við að Guð verndi, hann vinni og við sigrum þetta að lokum. Við gerum það. Við gerum það. Sibba myndist aðeins á það í byrjun eftir fyrsta lagi, þá var hann að tala um þetta að bíða og vona á Drottin og það er nú þannig í lífinu að við erum ofta að bíða eftir einhverju. Við bíðum eftir jólunum, sumrinu, sumarfríinu,
eftir kvöldi í kvöld þurfum við ekki að bíða lengur að Ísland vinni Dani í fótbolta. Því við ætlum bara að gera það. Við ætlum bara að sigra þá. Sorry, Danir. En hvað, elsku vinir, þegar við erum að bíða eftir einhverju sem er kannski miklu starra og meira og dýpra heldur en þetta sem við erum að bíða eftir svona dagsdaglega, bíða eftir strætó, bíða eftir grænu ljósi og eitthvað svona. Við erum að bíða eftir einhverju sem er djúpt innra með okkur og er djúp þrá, löngun, jafnvel búið að vera bænarefni í langan tíma. En það dregst á langinn. Hvað gerum við þá? Mér langar til þess að við skoðum bara núna í örstutta stund svolítið í náttúrunni sem við getum lært af hvernig við getum og þurfum að bregðast við þegar við þurfum að bíða á þennan háttinn. Og þetta er ekki dæmisaga, en við getum lært af því. Þetta getur verið dæmi fyrir okkur að læra af hvernig náttúran hegðar sér í ákveðnu tilfelli. Alveg stórkostlegt dæmi faktist. Og það er kínverski bambusviðurinn. Kínverska bambustréð. Hvað er svona merkilegt við það? Það sýnir okkur, bara með því að fylgjast með lífslaupi kínverska bambustréðsins, bambusviðarins, getum við lært hvað þolinmæði þýðir, hvað við þurfum að ganga í gegnum og hugsum og hafa í huga þegar við erum að keppa eftir þroska og vext í okkar lífi, ná markmiði. Hver vil ekki ná markmiði? Við erum öll með eitthvað mismunandi markmið. Sum eru mjög stór, sum eru meðalstór, sum eru smá. Já, en öll okkar eigum við einhver stór markmið. Sumir vilja vera betri menn. Sumir vilja ná að stofna fyrirtæki. Sumir vilja ná að ala börnin sín vel upp. Háleit, falleg, góð markmið. Og það er þetta með þennan mannlega möguleika. Það er að segja anda mannsins, þennan möguleika að rísa hátt. Við myndumst á það áðan líka hvernig hann hjálpar okkur að svífa upp sem örninn. Örninn svífur alveg svaðalega hátt. Ég held ég hafi nefnt þetta eitthvað, en ég ætla bara að nefna aftur sem dæmi. Að það kom, mér minnir að hafa verið American Airlines flugstjóri tilkynnti þegar hann var að fljúga yfir Klettafjöllin í Bandaríkjunum að það kom lax í gluggann af vélinni í 30.000 fetum. Þetta er skjalfest hjá flugfélaginu, hjá yfirvöldum. Lax skall í framrúðu flugvélinnan í 30.000 fetum. Eina skýringin sem þeir hafa er að örninn hafi verið þarna uppi með hann í klónum og sleftólum. Það er eina skýringin. Því við vitum það rignir ekki lögsum. Ekki svona dagsdaglega allavega. Það gerir ekki. Og þarna hjálpar hann okkur að rísa hátt. Lítum þá á kínverska bambustréð. Eins og allar aðra plöntur, þá þarf kínverska bambustréð jarðveg. Og það þarf að vera góður jarðvegur, það þarf að vera jarðvegur sem er gott fyrir lítið sáðkorn að fara í og litla plöntu og vaxa og dafna. Þannig að það þarf vökvun, það þarf sólskinn, það er bara eins og allar aðra plöntur. Þannig að sá sem ræktar bambustréð, bambusviðinn, hann plantar og síðan byrjar hann að sá í þessu ábyrgð, passa það sé alltaf raki, passa sé alltaf ljós, þið þekkið þetta. Það er alveg saman hvað er rækt að þetta er það sem þarf. Á fyrsta ári gerist ekkert. Bara ekkert. Það er bara svo bara mold og þú bara að vökva og dreifa ábyrðu í þetta og passa sólarljósið. Og viti menn, annað árið gerist ekkert. Það bara gerist ekkert. Það er alveg eins og það þegar hún setti þetta fyrst niður, alveg eins og þetta fyrsta árið, það er komið 2 ár og það er ekkert að gerast sem sjáanlegt er. Og svo loksins á 3. ári gerist ekkert. Ekkert heldur. Ár 1, ár 2,
ár 3. Það sést ekki einu sinni í grænan sprota upp úr jörðina á þessu blessuðu tré. Hversu margir, ef að bóndinn vissi ekki, væru löngu búin að gefast upp. Það þýðir ekkert að vera að sá í þessa jörð. Þetta gefur engan ávöxt þessi jörð. Og 4. árið. Ekkert. 4 ár. Og það búið að vökva það reglulega, það búið að dreifa því ábyrgð reglulega, það búið að gæta þessi sólarljós á því reglulega, jarðvegurinn er góður, hann er rakur, hann er tilbúinn, en ekkert að gerast fyrr en á 5. ári og þá gerist kraftaverk. Og veitu hvað gerist á 5. ári hjá Bambus, kínverska Bambus? Þá allt í einu poppar hann upp úr jörðinni og á 6 mánuðum fer hann í 24 til 5 metra hæð. Þetta er tréð. Á 6 mánuðum, sem sagt á 5. ári, þá tekur það með 6 mánuðar að poppa upp úr jörðinu allt í einu og svo skýsta bara upp í loftið fyrir 24 til 25 metra hæð á 6 mánuðum, hálfa ári. Svo hvað er í gangi? Lá bara tréð í dvala í 4 ár og til að vaxa svo með veldisraða? Eða hvað var að gerast? Eða var það þannig að rótarkerfi plöntunar var á fullu að undirbúa að gera klárt ofan í jörðinni til þess að geta tekið á móti vextinu sem síðar myndi koma, til að halda, til að næra. Þið veitum hvernig rótarkerfi virkar. Það þarf að dreifa úr sér, það þarf að halda plöntunni niður í fyrsta lagi. Þegar hún skýst upp í 25 metra hæð á 6 mánuðum, þá þarf að halda henni, sjáðu. Það þýðir ekki að vera bara, já það er engin rót af því að það var ekki tími til þess og svo bara dingla tréð og dettur niður. Það þarf að halda þessu stofni uppi og ræturnar sem eru búin að vaxa núna á 5. ár gera það. Ekki bara það. Þær eru búin að ná sér, dreifa sér allt og ná í rakan úr jarðveginum og næringuna til þess að næra og þennan mikla vöxt sem allt í hennu poppar upp úr jörðinni. Þetta er satt. Það er erfitt að trúa sér til svona planta sem gerir þetta svona. Ég segi bara eins gott að hafaðirósin mín gerir þetta ekki svona. Bara upp úr loftinu. Ég myndi ekki bjóða því það. Hún er það útigreið. Falleg tré, falleg planta. En það er önnur saga. Hvað er það sem við getum lært fyrir okkar líf af þessari merkilegu plöntum? Þegar þú og ég erum að keppa þessu markmið okkar sem virðist ekkert láta á sig kræla, þá er alveg óhemju mikilvægt að sýna þolinmæði. Þolinmæði. Við þurfum kannski ekki að segja það að plantan, hún er örugglega ekki þarna, ég vil bara vera þolinmóð. Plantan er ekki að hugsa það, en bóndinn sem er rækta, svo sannarlega er að hugsa það. Ég þarf að trúa því að þessi planta vaxi upp. Ég sé ekki neitt. Og þetta er sannleikurinn innan með þér og mér líka þegar við erum að treysta fyrir þessum stóru hlutum í lífinu. Lengi vel sjáum við kannski ekki neitt. Og það sem er sorglega þá gefast flestir upp. Bóndi sem ekki vissi nákvæmlega hvað var að gerast ofan í jörðinni 1. árið, hann myndi afskrifa þetta eftir 1. ár. Annað og 3. ár, garantera. 4. ár, hann var bara farinn. Margir fara burt frá þeim draumi, burt frá lífinu, burt frá bæninni sem þau eru að treysta Guði fyrir innan með sér áður hún kemur. Bara svo héldu ekkert væri að gerast. En á meðan er Guð að vinna innan með þér, alveg eins og hann var að vinna ofan í jörðinni með plöntuna. Það þarf sterkt rótarkerfi til þess að halda góðu tré á lofti. Við þekkjum annað dæmi svona úr náttúrunni. Það er grasmaðkurinn í púpunni. Grasmaðkurinn er umvafinn í púpu, vefur reyndar sjálfur utan þessu púpuna og síðan berst hann þar og breytist í fiðrildi.
eitthvað fallegt sem flýgur í burtu. Ef hann dettur úr púpunni niður á jörðina, þá á hann enga von. Hann mun ekki lifa það nema bara á jörðinni. Og allt og mörg okkar skríðum á jörðinni í stað fyrir að rísa upp og láta drauman okkar rætast. Að við gefumst upp. Lærdómurinn sem þú og ég draugum af þessu merkilegu hlutum í náttúrunni er einmitt þetta, að þú og ég höfum möguleika þó við sjáum ekki neitt. Þetta snýst það, hvað gerur þegar mótlæti kemur? Þú áttir draum, þú ert búin að biðja Guð ákveðin hlut, þú ert að treysta fyrir ákveðin hlut í lífiðinu. Draumurinn getur snert þig bara sem einstakling, getur snert fjölskylduna þína, viðskiptalífið þitt, hvað sem er. Námið þitt, framtíðinu þína, breytir engu hvað það er. Þú átt hann og í langan tíma gerist ekkert. Hvað gerur? Hvað gerur þegar allt virðist fara á móti, þvert á móti því sem þú ert að treysta fyrir? Þannig að maður ræðum daginn við Sigurbjörg, fórum að tala það, við getum ekki stjórnað öllu því sem verður á vegi okkar og sem gerist í líf okkar. Við getum það ekki. Við getum eins og að algjörlega stjórna því hvernig við bregðumst við því sem verður á vegi okkar og því sem gerist. Hvernig tökum við á þessu sem var sagt við okkur? Hvernig tökum við á mótstöðunni sem kemur á mót okkur? Hvernig höndlum við það og hvernig hugsum við? En svo góður maður sagði, þú getur ekki, ég var að segja ykkur, í morgun heyrðum við 2 svona skelli á eldhúsglugganum hjá okkur. Hvað var það? Það voru 2, ég ætla að segja litlir þrestir, en það voru 2 bólgnir þrestir. Stór, af því það er tré með fullt af fínum berjum í garðinum, 2 og fleiri en 1, fleiri en 2 og fleiri 3. Og þeir eru að éta og þeir eru farin að gerjast, svo þeir eru svolítið svona tipsy. Þeir eru pínlítið tipsy og þeir ráða ekki alveg við flugið sitt. Ég er ekki að grínast. Og þeir bara skella í gluggan hjá okkur. Og þeir eru útbólnir að þeir eru búin að éta svo mikið. Þeir kunna sér ekkert hóf. Skemmtilegt. Það er ekkert ásalega heldur að vera heima með kaffibólla í eldhúsinu og horfa á það og éta og reyna svo að fljúga. Ég hélt að þeir væru konur í tilhugalífið daginn. Það var einn á vappi, það hafði ringt og það voru svona ormar og kom upp úr til þess að drukkna ekki í jörðinu og hann var að tína það til. Og allt í hennu tók, hversin sem hann beygði sig niður og reisi upp, þá tók hann alltaf tók hann svona snúning, stélið út í loftið og vængindur út í loftið. Það er ekki tími núna til að maka sig. Þetta er bara ekki tíminn sem þeir eru þessu. Þá fattaði ég alltaf, hann er bara svolítið tipsy. Hann réði ekkert við að reisa sig svona snögglu upp. Þetta eru þrestirnir okkar. Þeir elska berin og ég elska að horfa á og éta berin. Það er dásamlegt að fylgjast með náttúrunni hvernig hún er. En ég ætla að öll þessi saga, þetta var nú bara að gerast í morgun, öll þessi saga bara til að láta ykkur vita það að þegar þessi sami fugl flýgur yfir höfuðið á mér, get ég ekkert stjórnað því. En ég get hins vegar algjörlega ráðið því hvort ég leyfi honum setjast að og hvort við erum að verpa eggjum. Sjáðu, í gegnum hug okkar fer alls konar dót. Það er bara spurningin, hverju leyfir þú að stoppa og staldra við, verða að hugar fóstri og taka yfir lífið þitt. Þar stjórnar þú og engin annar. En þar erum við oft veik fyrir. Við erum oft veik fyrir vegna þess að með sögum okkar þá bara eru svona sjálfsmeðumkunar partí er bara eitt af skemmtilegsta sem við förum í. Virðist vera allavega. Ég á bágt, ég á erfitt og svo bara grátum við yfir sjálfum okkur og hvað við höfum erfitt og bágt því það er alltaf komið mót okkur. Elsku vinur, ég skil það vegna sem ég hef verið þar. Einu sinni held ég nei. En þar er ekki hægt að dvelja. Við getum ekki sagt, það er allt á móti mér núna og það er ekkert að gerast, draumurinn minn er svo fjarlægur. Nei, það sem er að gerast er bara það sama og fyrstu 4 árin hjá kínverska bambusviðnum. Það er ekkert sem þú sérð en það er fullt að gerast oní.
Og þetta onni innra með þér. Þetta onni í jörðinni þegar rótarkerfi að verða til að skjóta upp vexti, það það sem gerist innra með þér í lífinu. Hvernig þú leyfir góðum hlutum að gerast innra með þér, þó að þú getur ekki sagt að það alveg óbúslega margt gott að gerast hérna uppi við, nei, það getur vel að það sé bara alls ekki rosalega mikið gott sem þú sér. En þá þarf þú að leyfa þessu góða að gerast hér. Þannig að þegar rótarkerfið þitt tilbúið, þá sprettur fram tré fullvaxið á örskotshraða, 6 mánuði upp í 25 metra hæð og þú farð að njóta. Elsku vinur, þetta náttúran og hún að kenna okkur hvernig við þurfum að lifa. Sjáðu litla barnið sem að læra að ganga. Lítið barn, það skilur ekki einu sinni orðið, það skilur ekkert mælt mál, þannig að skilur, herru, drengur, gangtu. Nei, en áður en nokkur segir nokkuð við það á þá veruna, þá eru þeir farin að reyna að brölta á fætur. Og þau gera allt sem geta til þess að ganga og rísa á fætur. Þau sjá aðra að gera það. Og ef við varum bara að hugsa það, ég er svo hrættur þegar hann fyrir að ganga, hann dettur á borðið og hann dettur á hitt og hann meði sig, þess vegna ætla ég bara að binda núna í vögguna. Og aldrei leyfa honum að ganga. Er lífið svona? Nei. Þú ríst upp, þú dettur, þú ríst upp, þú dettur, þú ríst upp, þú dettur, þú ríst upp, og þú dettur, það breytir engu hversu oft þú dettur, hversu marga skurði. Ég man eftir Steingrími vinur mínum í Vestmannum, hann sagði ég er búin að eiga mörg börn Halldór og það var bara reglulega var ég upp á slysadeildinni. Bara reglulega var ég á slysadeildinni. Þau gátu ekki gert neitt nema einhvers staðar reka sig og kom blóðaskurður. Hætti ekki maður bara að eiga börn eftir fyrsta börnið? Nei. Þetta lífið. Og lífið svona fyrir þig og mig. Þegar við og okkar draumar, við viljum að rætist, þá þýðir ekki fyrir okkur að gefast upp og gráta okkur í hel. Ég er ekki að segja að við getum aldrei grátið, en við hættum ekki þar. Lykillinn að öllu þessu trúin. Ef að bóndinn með bambustréð hefði ekki trúað í að þetta myndi gerast á 5. ári, þá myndi hann hafa hætt. Þegar þú trúir og veist að Guð trúfastur og hann góður og það sem hann hefur lofað, það mun hann framkvæma. Þá getur þú hvílt í því, þó að ekkert sé að gerast út af við, virðist vera að hann að vinna innan með þér. Hann að gera klárt í þínu lífi. Hann að gera klárt í þínu lífi. Biðin oft erfiðust þar. Þetta ykkur það. Biðin stundu svo erfið að við höfum til að fara að grafa fræið upp. Betur ekki að gerast hérna? Svo bara gröfum við upp moldina. Okkur ekki að gerast í þessu blessaða fræði sem ég setti hérna niður. Leðu að gera það, þá drepur þú. Þá er þetta planta upp og nýtt. Ekki taka upp. Halda fram að vökva, halda fram að rækta, halda fram að bera ábyrgðin á, halda fram að sá, halda fram að trúa. Að einn daginn þá vex. Einn daginn þá vex. Eitt viðbót áður ég les hérna 2 ritningavers. Sæðið eða útsæðið skiptir máli. Og þú ætlar að rækta bambustré, setur ekki niður gulrótafræ. Ertu með? Veldu sáðkornið þitt vandlega. Veldu það sáðkorn sem þú veist að ber í sér þetta líf sem þú ert að ná eftir. Jesús sagði, og Biblían segir okkur aftur og aftur, að Guðs heilaga orð lifandi orð. Kröftugt og máttugt, það líf í því. Það Guðs orð ber með sér, innra með sér eigið DNA. Veldu sáðkornið þitt vandlega til að fá þann vöxt, það líf og þann ávöxt sem þú ert að keppa að. Veistu hvað? Þetta getur verið erfitt að hlusta á þetta. Þetta getur hreinlega þýtt
að þú þarft að bara að draga úr samskiptu við ákveðna aðila sem alltaf að sá ykkur öðru sákornin í lífið heldur þú vilt. Má ég segja þetta? Má ég það? Já. Það er bara, þú veist hvernig það er í lífinu. Ég er ekki að tala um að vera hægt að elska fólk. Ég er bara að tala um það að þegar fólk er stöðulega að hjálpa þér að rífa upp sákorninu þínu eigin hjarta og rífa upp fyrir þig ef þú gerir það ekki sjálfur. Er að sá eitri í stað fyrir áburði til að drepa sákornið, verndaðu það. Ég alveg talað, verndaðu það. Þú getur náð þessum vexti sem bambustríðið hefur. Þú getur náð þessum ávexti. Jafnvel þó að taki nokkur ár. Hjá sumum okkar virðist þetta taka áratugi af sumt það sem við erum að treysta Guði fyrir. Bara virðist ekki gerast, en það er eitthvað að gerast í jarðveginum sem er hjartað. Hlustið á þetta. Þegar Jesús sem segir þetta í Markús 4:26-29. Þá sagði hann, Jesús, svo er Guðs ríkið sem maður sáir sæði í jörð. Hann þarna undan nýbúinn að útskýra það að þessi jörð er hjarta okkar og sáðkornið er orð Guðs. Hann útskýra það í versunum öllum undan. En Guðs ríkið virkar þannig. Takt eftir, Guðs ríkið. Ekki bara svona ferðaði að fá drauminn þinn. Nei, svona ferðaði að fá Guðs ríkið innra með þér með öllu því sem það til í góðum ávexti. Guðs ríkið þannig að maður sáir sæði í jörð. Alveg eins og bóndinn sáir sáðkorni fyrir kínverska bambusvið. Hvað gerir hann síðan? Hann sefur og vakir nætur og daga. Með öðrum orðum, það er gert ráð fyrir því að það taki tíma. Það er ekki gert ráð fyrir því. Við erum hins vegar í vandræðum með þetta vegna sem við erum svo mikið instant fólk. Við erum svona instant kynslóð, við erum svona instant þjóðfélag. Heyrðu, við viljum fá allt í gær. Þá bara að gera strax og við höfum enga þolum að býja eftir þessu. Bara ekki nokkra. Og það er vandamál. Og sumt það besta í lífinu, það þarf að bíða. Sumt það besta þarf að tíma til þess að setja rótakerfi niður áður en það vex. En bóndinn hefur ekki áhyggjur af því. Hann vakir, hann sefur, nætur og daga. Og hvað er að gerast á meðan? Sæðið grær og vex og bóndinn veit ekkert hvernig. Hann veit ekkert hvað er að gerast, hvernig þetta gerist. Og það þýðir ekkert, hann er heldur ekki það forvitin hann grafaði upp til þess að opna þetta og gá hvað er að gerast. Því þá eyðileggur hann bara bíður rólegur. Hann veit að í sáðkorninni er DNA til að búa til þennan ávöxt, þessa plöntu. Sjálfkrafa. Þetta er lífið. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt. Fyrst stráið sem kemur upp, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu, en ávöxtinu fullþroska lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran er komin. Uppskeran þín er á leiðinni. Halda áfram að sá, halda áfram að hlúa að, breytir engu hvort þú farin að sjá í stráið eða ekki. Kannski stráið komið hjá þér. Vertu rólegur, leyfðu þig halda áfram að vaksa. Kannski er axið komið. Kannski er þetta orðið tilbúið til uppskeru. Þá tekur þú sigðina, sækir uppskeruna þína og það sem Guð lofaði og þú varst að treysta fyrir orðið að veruleika hjá þér. Þannig er Guðs ríkið, sagði Jesús. Svona virkar Guðs ríkið. Jakob 1:2-4 álítið við það bræður mínir, eintómt gleðiefni þegar ratið ýmiss konar raunir. Eitthvað svona pirrandi orð. Lengi vel, þá skildi ég þetta orð ekkert. Hvernig ósköpunum gat ég álítið það eitthvað gleðiefni að rata í raunir? En það er þetta sem við erum að tala um. Meðan þetta sést ekki neitt, þá eru raunir sem koma. Því það er reynt
að stela þessu frá þér. Það reynt að fá þig til þess að bakka út, gefast upp og hætta við þetta allt saman. Raunirnar verka á trúarstaðfestu sem heita þolgæði. Þolgæðið á síðan að birtast í fullkomnu verki. Til hvers? Til þess að þér séu fullkomnir og algjörir og yfir séu engu ábótum vanda. Það ekkert sem vantar upp á í lífið þínu. Þú ert með allt, hefur allt sem þú þarft og rúmlega það. Hamingjusamur, fullnaður, uppfylltur. En á leiðinni þangað eru raunir. Og þá þýðir ekkert að segja, ég nenni því ekki maður, þetta bara ef að Guð getur ekki gert það strax, þá nenni ég ekki að bíða eftir þessu sko. En þetta er óþolinmæðin. Þú veist, enda ekki skrítið. Ég meina við erum fólki sem höfum alla tíma til að bíða eftir grænaljósinu á ljósunum. Er þetta ekki að maður lendir með hérna hver einastu rauða ljósi hérna, hvað er í gangi hérna? Þú veist, pirringur er svo mikill og það munar alveg 30 sekúndum hvað var fljótar á staðinn. Þetta erum við. Vísdómur lífsins kjarni er hins vegar þetta sem við erum búin að vera að skoða. Það góða tekur tíma. Sáðu því í hjartað þitt, hlúða hjartaðinu því þar eru uppsprettur lífsins, segir í orðskviðunum. Það eru uppsprettur lífsins streyma frá hjartaðinu. Þar er rótarkerfið þitt að vaksa. Þangað til að einn daginn það poppar upp úr jörðinni. Þú sér það, aðrir sjá það og þú átt uppskeru. En þangað til þá gefumst við ekki upp. Skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir það að við mögum læra á Guðs orði, læra frá náttúrunni sem þú hefur gert. Hvernig hluti virka, Drottinn minn, í lífinu. Og við viljum núna passa hjart okkar. Við viljum halda áfram að sá þessu góða sákorni í hjart okkar. Varðveita það og gæta því og fá þá uppsprettu sem við erum að treysta þér fyrir. Við erum öll sem hér eru minnið og allir sem eru að hlusta, við erum öll að treysta fyrir einhver í líf okkar. Og við felum það í þínar hendur og við biðjum þau styrk, kraft, trú og þolgæði til þess að láta ekki taka það frá okkur en sjá ávöxtinn koma og við þökkum þig fyrir. Takk Jesús. Og mér langar til þess að ávarpa ykkur sem eru heima að hlusta hefði viljið og hafið ekki kannski tekið það skref að afhenda ykkar líf til Guðs. Því að það er eitthvað sem er gott að gera og nauðsynlegt að gera. En þið hafa kannski hjarta, þið kannski trúið að hann sé til en þið hafa ekki beint svona kannski gengist honum á hönd. Þá langar mér bara að bjóða ykkur að biðja eftir mér þessa bæn. Himneski Faðir, ég kem fram fyrir þig og ég játa að ég þarfnast þín og ég trúi að Kristur sé sá sem hann segist vera. Frelsari minn og Drottinn. Og þess vegna meðteki lífið hans innra með mér. Þess að þú hreinsa mig af öllu ranglæti og reisi mig upp sem nýja manneskju sem fær að þekkja þig, kynnast þér betur, ganga með þér. Í Jesú nafni. Amen. Elsku vinir, þá er bara næsta útsendingi okkur eftir sem við vitum. Það er erfitt að plana nokkuð mikið núna þessa dagana, en eftir viku þá er útsending og svo miðvikudeginum í það næstu viku þá er líka fræðsla, það er 21. Þá kemur seinni hlutin af fræðslunni hjá henni Sú sem að er að fá mjög góðar undirtektir. Hvetjum ykkur til að hlusta á það. Guð geymi ykkur, elsku vinir, varðveiti ykkur og farið varlega í Jesú nafni.